Skuldamál ríkisins. Skuldir ríkissjóðs jukust í efnahagshruninu 2008. Sem hlutfall af landsframleiðslu náðu þar hámarki á árinu 2011 en hafa síðan lækkað nokkuð. Í lok ársins 2012 voru skuldir sem hlutfall af vergri landsframleiðslu 87%. Langtíma markmið er að heildarskuldir ríkissjóðs verði innan við 60% af landsframleiðslu. Séu hreinar skuldir ríkissjóðs hins vegar skoðaðar, en þær eru skilgreindar sem heildarskuldir að frádregnum veittum lánum, skammtímakröfum og handbæru fé ríkissjóðs, þá nema þær 760 milljörðum króna sem jafngildir 44,5% af landsframleiðslu. Innlendar skuldir ríkissjóðs námu 1067 milljörðum króna í lok árs 2012 og erlendar skuldir námu 433 milljörðum króna. 27% lána ríkissjóðs eru verðtryggð, 44% eru óverðtryggð og 29% lána eru í erlendri mynt. Fjórðungur skulda ríkisins liggur hjá erlendum fjárfestum, 1/4 hjá lífeyrissjóðum, hjá fjármálastofnunum og verðbréfa- og fjárfestingarsjóðum eru 35% skuldana. Afgangurinn 13% liggur hjá öðrum. Stjórnvöld hafa sett sér stefnu í lánamálum en markmið hennar er að þau lán sem ríkissjóður þarf að taka hafi sem minnstan kostnað í för með sér að teknu tilliti til varfærinnar áhættustefnu. Þá er greiðslu geta ríkisins til lengri tíma tekin með í reikningin. Eitt markmiðina er að endurgreiðsluferill verðbréfa ríkissjóðs sé sem jafnastur til lengri tíma litið.